Takk fyrir. Annars byrjaði nú ekki þessi dagur í kirkjunni vel hjá mér. Ég var nýstiginn hérna inn í húsið og þá var mér bara sagt að það væri eins gott að ég yrði góður í dag því að það væri svo erfitt að slá út Óla. Hann var með útvarpspredikunni í morgun. Og ég náttúrulega ætla ekki einu sinni að reyna það. En þau ykkar sem nenni ekki að hlusta á mig og eru með snjallsíma, þið getið hlusta á hlaðvarpið. Hann er þar. Útvarpsmessan kl. 11 í morgun. Ég ætla sjálfur að hlusta á því ég kem heim. Það er gaman að sjá ykkur. Gott að vera með ykkur í húsi Guðs í dag. Já, þetta með, þótt að hafi nú verið brandari hérna á hana, að þá getur nú lífið boðið upp á ýmislegt mótlæti og erfiðleika, eins og öll þekkjum. Það höfum við öll fengið okkar skerf af. Það er enginn þannig að ég sé að þetta er svona tiltölulega gamalt fólki hérna í þessum sal, að það er á þessum aldri þá er ekki hægt að segja að ég komst í gegnum lífið án þess að hafa áhyggjur eða fengi erfiðleika í fangið. Og jafnvel þau hérna, yngstu inni þau hafa líka þurft að upplifa erfiðleika. Þannig að það er á við okkur öll. Það getur bara verið erfitt að vera manneskja stundum. Það getur verið erfitt að elska. Það getur verið erfitt að vera kristinn. Og það er svo margt sem getur verið erfitt. Mér finnst stundum erfitt að halda með Liverpool. Það getur verið erfitt að vera fylgjandi stjórnmálaflokks. Sumir fá aldeilis að heyra það ef þeir segjast styðja einhvern ákveðin stjórnmálaflokk eða forsetaframbjóðanda, hvað það er skiljið. Það er alls konar mótlæti í boði í lífinu. Alvarlegt og léttvægt og allt þar á milli. Og stundum mætum við skilningsleysi, stundum erum við niðurlægð, stundum erum við beitt óréttlæti og ósangirni. Mannvonsku jafnvel, já við þekkjum þetta öll, svona er bara lífið. Og þessir erfiðleikar þeir eru flestir þannig að þeir geta annarkvort brotið okkur niður eða styrkt okkur. Og það fer mest eftir því hvernig við sjálf tökum á hlutunum. Það er svolítið á okkar valdi, hvernig erfiðleikarnir breyta okkur, ef þeir breyta okkur. Og í dag langar mig aðeins að skoða það út frá svona persónulegum vinkli, hvernig lífið hefur leikið mig sem kristinn mann, hvernig það hefur verið fyrir mig að fylgja Kristi og vonandi get ég varpað kannski einhverju smá ljós á það hvernig erfiðleikar sem hafa mætt mér, þó ég ætla ekki að gera mikið úr þeim, en öll mætum erfiðleikum eins og ég sagði þann, hvernig þessir erfiðleikar geta styrkt mann og hjálpa manni á þessari göngu. Mér langar svona í byrjun að lesa hérna úr Kólossabréfinu, öðrum kafla, og reyndar úr þessari hérna útgáfu, þannig að ef þið eru með aðra þá kannski er þetta ekki alveg, þetta er ekki eins. En ég ætla að lesa hérna úr Kólossabréfinu, þetta er kafli 2 frá versi 6 til 10. Nú skuluð þið sem treystuð því að Kristur frelsaði ykkur, einnig treysta honum til að ráða fram úr vandamálum líðandi stundar. Og þetta eru vandamálin meðal annars sem ég var að tala um hérna áðan, alls konar vandamál og erfiðleikar í lífinu. Og vera í lifandi samfélagi við hann. Hérna erum við bara komið með hvatningu inn í erfiðleikana, inn í vandamálin. Verið staðfastir í honum, eins og jurt sem skýtur rótum og sígur til sín næringu. Við höfum séð hvernig jurtir gera þetta. Sumar jurtir vaksa mjög hratt, maður sér þar nánast vaksa. Gæti þess að þið haldið áfram að vaksa í drottni, passið ykkur að staðningi eða fölna, ok, ég bætti þessu við, gæti þess að halda áfram að vaksa í drottni svo að þið styrkist í sannleikanum, og ég kem aðeins inn á þetta orð betur eftir. Látið líf ykkar geisla af gleði og þakklæti fyrir allt sem hann hefur gert. Er það sem að drottin hefur fyrir okkur gert, er það svo mikið að það getur sigrað allt mótlæti. Það getur varpað ljósi á erfiðleikana eða ýtt þeim frá. Látið engan ræna ykkur trúnni og gleðinni með heimspekilegum vangaveltum. Og ég kem kannski líka inn á þetta eins og eftir. Er kannski einhver í þínu nærumhverfi
að reyna að ræna þig þessari gleði sem Guð vill gefa þér og hefur gefið þér. Hinn grunnhyggnu svör þeirra eru byggð á hugmyndum og ályktunum manna en ekki á orðum Krists. Í Kristi sjáum við Guð holdi klæddan og í honum einum er hina sönnu visku og þekkingu að finna. Trúum við þessu, hinn eina viska og þekking að finna í Kristi. Þegar þið lifið með Kristi þá hafið þið allt sem þið þarfnist, því að þá eru þið í samfélagi við sjálfan Guð. Kristur er æðstur allra valdhafa og öll máttaröfl eru honum undirgefin. Þetta eru rosalega orð og þetta er sem sagt Kólossabréfið 2. kafli. Eins og þið vitu öll þá er ég alin upp á trúðu heimili, eða segjum að trúðu heimili. Foreldrar mínir voru og eru trúið og þannig er ég alin upp og við fjölskyldan höfum alltaf verið þannig að við höfum farið í kirkju og farið að mót, helgarmót mjög oft, meira hérna þegar við vorum krakkar og það voru bænastundir heima, það voru bænahópar heima, það voru lóðgjörðastundir heima, stundum var bara gítarinn með í för og það var sungið og það var Guð og lofaður og svona var mín æska, hún gekk svolítið bara út af þetta, það var í rauninni aldrei neitt annað í boði en að þekkja Guð. Aldrei þrýstingur, en samt sem áður, þetta var greinilega málið. Þannig var mitt uppeldi. Og þið vitið hvernig ykkar uppeldi var. Kannski var ein ákveðin bara stjórnmálaskoðun sem bara var málið. Eða kannski var fyrirlitning á einhverjum málefnum eða mönnum bara málið. Þið vitið, svona eru heimil okkar mismunandi og uppeldi. Og á þessum tíma, jáfnvel þó ég hafi verið barn, þá skynjaði maður oft og sá og heyrði af kraftaverkum. Maður sá fólk breytast, líkamlega, sálarlega, hjónabönd leysast, eða sem sagt batna, hnútar í hjónaböndum leysast, fólk með fíkn eða drykkjuvandamál, losna úr því, fólk sem hafi verið gríðarlega reitt, jafnvel áratugum saman, losna við það. Maður sá svona hluti og ég get ekki lokað augunum fyrir þessu sem að maður upplifði og sá. Og þetta er hluti af minni reynslu, af mínu lífi. Sjálfur bað ég og fékk bænasvör. Sjálfur hef ég læknast oft en einu sinni, líkamlega, vegna fyrirbænar. Fleiri í minni fjölskyldu hafa gert það. Og í gegnum svona skóla, eigum að segja barnaskólan, þá varð ég svona einstaka sinnum fyrir smá aðkasti, svona nettri stríðinni af því ég var trúaður, aldrei neitt alvarlegt, ekkert sem braut mig niður. Síðan í framhaldsskóla og svipað, ég umgengst mikið kristna vini og ekkert sem að var mér til einhverja mikilla vandræða, auðvitað þurfti maður stundum að rökræða trúna, er Guð til og hver skapaði heiminn og hver er tilgangur lífsins, þið vitið bara hvernig þetta er. Og ég kemst bara á báðum fótum í gegnum þetta allt saman og missi aldrei trúna. Og hluta til vegna þess sem ég hafði séð og reynt sjálfur, ekki út af einhverjum rökum eða rökræðum. Það var ekki það sem gaf mér trú. Síðan í háskólanum þá taka þessi akademísku fræði við og miklu meiri harka. Ég lærði enskar bókmenntir og þar var meðal annars farið í Biblíuna og hún var svoleiðis rökkunir í svaðið, alveg þvílíkt. Og ég verð að segja það að ég fór ekkert í einhverja rökræður við kennarana, en ég stóð fram fyrir því, ætla ég að láta þessa skoðun hafa áhrif á mig, eða ég vil breyta minni skoðun, og ég opnaði eyrun og ég opnaði augun. Ég lokaði ekki á þetta, ég skoðaði þetta og ég hugsaði, er þetta rétt sem kennarinn er að segja? Eða er hann að segja eitthvað rangt? Getur verið að ég hafi séð eitthvað eða upplifað eitthvað sem hann hefur ekki reynt og hans reynslubanki veit ekki um. Og ímyndum okkur að þetta blað
sé öll sú þekking sem til í heiminum, bara frá upphafi. Löngu fyrir okkar tíð og löngu eftir okkar tíð. Öll sú þekking sem mennirnir munu nokkuð tíma geta búið yfir. Hvað okkar þekking stór á þessu blaði? Myndi hún ná að vera 1 blýantspunktur? Ég held ekki. Mun þekking háskólaprófessorsins sem að rakkaði inn í biblíuna vera stórblettur á þessu blaði? Nei, ekki heldur. Við erum bara litli menn, lítið fólk og þekking okkar í mólum. Við vitum svo lítið og við þurfum bara öll að viðurkenna það og hafa þess vegna opinn huga fyrir því sem aðrir segja, jafnvel líka þegar það í andstöðu við okkar trú og við þurfum að vera tilbúin að skoða það og það á við alla, sama hvaða skoðanir þeir hafa. En sem sagt, ég bugaðist ekki, trú mín dó ekki í háskólanum og ég bara gat ekki lokað augunum fyrir því sem ég sjálfur hafði reynt í mínu hjarta, í mínu lífi og séð í kringum mig. Og þá ég ekkert farin að tala vísindin eða rökfræðina eða orð Guðs eða allt þetta skiljið. Heldur bara það sem ég sjálfur þekki. Nú síðan fer maður að vinna og fer að vinna fyrir kirkju í kirkjustarfi og fyrir kristileg samtök og alltaf lendir maður í svona rökræðum og umræðum annars slagið. Við kollega, við vini, við fólk. Og stundum leið mér eins og kannski barni sem að segjum að hafi verið með einhvern verk einhvers staðar og það var enginn sem hlustaði á barnið. Barnið var kannski með einhvern sáran verk og leið illa. En allir sögðu bara við barnið, láttu ekki svona, það ekki það, farðu út að leika þér. Ekki svo að skilja að ég hafi verið með verk, heldur mér fannst stundum eins og þeir sem voru mér ósámála vildu bara ekki hlusta á það að ég ætti mína trú. Þeir vildu helst ekki að ég ætti trú. Það var eins og það truflaði þá að ég ætti trú. Ég veit ekki af hverju. Ég get ekki útskýrt það. En svona var þetta. Ég held ég geti fullyrt alltaf verið hamingjusamur. Það hafa komið erfið tímabil í lífinu og upp og niður og allt þetta þið vitið, en svona á heildina litið hefur líf mitt verið fólkið í hamingju. Ég get sagt það. Ég er 44 ára og hálfnaður, rúmlega það jafnvel, meðal lífaldur. Og þannig hefur líf mitt verið og ég stefna því að hafa það þannig áfram. Ég hef engar ástæði til að breyta því. Og stundum var auðvitað mótlæti sem maður fékk fyrir það að vera kristinn. Stundum hristi maður bara af sér, en stundum settist maður niður, klóraði sér í höfðinu og hugsaði, ég að misskilja eitthvað? Vegna þess að ég þannig gerður að ég tek mark á fólki og ég trúi því svona allavega upp að vissu marki að fólk vilji mér vel sem að tala við mig og nálgast mig. Ég ekki það tortrygginn að þegar einhver kemur við mig og vill leiðbeina mér að hann sé vísvitandi að reyna að blekkja mig. Þannig að maður sest oft niður og fyrir að hugsa, hef ég verið að misskilja allan tíman? En þá kem ég að þessu, hvað með þetta atvik þegar þetta gerðist? Nei, það getur ekki hafa verið tilviljun. Hvað með þetta þarna? Nei, það var ekki séns að það hefði getað gerst nema fyrir bæn. Og hvað með þetta fólk þarna sem að losnaði úr viðjum þessara gríðarlegu erfiðleika þegar það tók við Jesú? Nei, það hlýtur að vera eitthvað að baki. Skiljið, svona fer maður að hugsa og velti þessu öllu fyrir sér. Og undanfarið misseri, hefur trúin reynst mig mjög vel. Það hafa komið mótvindar í lífinu, bæði í vinnunni og heima. Það var mikið að gera á tímabili, flutningar bæði í vinnunni og standsetning á húsnæði og líka hjá okkur í fjölskyldunni. Það komið veikindi og hjá okkur, mér aðalega, þurfti að fara í bakuppskurð og veikindi fólki í kringum okkur og bara, stundum eins og það væri bara engin Guð. Bara erfiðleikar, bara verkefni til að fást við. Og þá þarf maður líka að spyrja sig, ætla ég að láta þetta eyðileggja mína trú eða ætla ég að láta þetta styrkja mig? Og í þessu öllu saman ekkert betra en að kúpla sig aðeins frá mótvindunum, koma sér í smá skjól og leita Guðs. Byggja sig upp og lesa í orði Guðs og eiga samfélag við hann. Og
þið vitið hvernig þetta virkar. Þannig ég held ég sé ekki að segja ykkur neina fréttir, en við þurfum að minna okkur á þetta, að Guð hann hérna, hann hjá okkur og hann vill hjálpa okkur í gegnum erfiðleikana. Hann vill gera vel fyrir okkur, hann vill blessa okkur og þannig hann. Það eitt sem að ég staldra stundum við þegar að ég velti fyrir mér lífinu og Guði og erfiðleikunum og líka þegar að sterk öfl í þjóðfélaginu vilja helst íta öllu sem heitir kristilegt bara í burtu. Og þá hugsa ég til dæmis eitt atvik eða eina frásögn sem að góði vinur minn sagði mér, sem prestur og ég held ég hef einhvern veginn minnst á hér, sem að sýni mér svo svart á hvítu hvað Guð öflugur og hvað nafn Jesú Krists öflugt, öflugra en nokkuð annað. Og það, ég ætla að fá að nefna þó ég hafi gert þetta einhvern tímann áður, að það að þessi vinur minn og prestur, hann stundum kallaður í heimahús til þess að biðja gegn illum öndum. Og þegar fólk heyrir þetta, þá nei, rólegu vinur, illir andar, ekki alltaf lægi, það ekki til neitt svoleiðis. En þessi maður, hann hefur farið í hús, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, þar sem börn eru alltaf því bara hrist til á nóttunni af verum sem þau sjá og engin annar. Og hann hefur komið, til dæmis í mann eftir einu tilviki, þar sem þetta gerist ítrekað og fjölskyldan var orðin ráðþrota og barninu leið illa og fjölskyldunni leið illa, hvað var í gangi? Og hann kemur inn á heimilið, barnið ekki einu sinni heima og hann fer inn í herbyggið og hann biður og hann finnur líkamlega að það tekið utan hann, fast. Og hann á sína bænastund og hann fer síðan og þetta kom ekki fyrir aftur. Segið mér að þetta sé tilviljun. Segið mér að þarna sé ekki máttur. Þarna sé ekki afl. Hvernig á maður að geta hort á svona atvik og sagt, nei, þetta bara bull. Þetta bara tilviljun, þegar svona börn eiga í hlut. Ég get ekki afneita slíku. Og ég get ekki afneita því að margsinnis hefur verið að ræða inngrip inn í líf okkar fjölskyldunar vegna bænasvars. Og hjá mörgum öðrum, mörgum ykkar. Þó hún sé ekki hérna, ég ætla að fá að nefna hana mákonu mína sem kemur hérna oft í kirkjuna. Hún hlaut stórkostlega líkamlega lækningu á samkomu í þessari kirkju. Fæturnar á henni, þeir beinlínis snerust. Og hún sem hafi átt við göngu erfiðleika stríða í mörg ár. Þeir hurfu á einni stundu. Gleymum þess ekki, krakkar. Þetta er raunveruleiki og við sjáum þetta því miður of sjaldan. Við myndum gjarnan vilja sjá svona oftar, en þetta er raunveruleiki og við getum ekki snúið baki við þessu og hafna þessu. Og ég get heldur ekki litið fram hjá því að þegar ég sem duglegastur að rækta mitt trúarlíf, þá verður lífið einhvern veginn bara allt öðruvísi. Ég ætla ekki að segja að ég losni við vandamál eða erfiðleikana. Það kemur allt saman, en það verður einhvern veginn miklu bjartara yfir öllu. Og ég ætla ekki að reyna að útskýra þetta í einhverju hörgla, af því ég veit að þið þekkið þetta. Mér langar aðeins að fara út í pínu rökfræðilega þáttinn í þessu, þó að ég sé engin snillingur í því, en það er eitthvað sem að þið þurfuð öll að fást við. Þegar þið ræðið trú ykkar eða trúmál við fólk, þá kemur það alltaf upp. Virkilega til Guð? Hver tilgangur lífsins og allt þetta? Og ég hef ekki neitt óbóðslegan áhuga á þessu, en alltaf annað slagið, þið getur bara spurt konuna mína, alltaf annað slagið, þá fer ég á YouTube og ég horfi á einhver svona góð myndbönd með flottum köllum sem eru hámenntaðir vísindamenn, elska Drottinn og eru að útskýra hvers vegna þeir trú á Guð. Og einn af mínum uppáhalds heitir John Lennox og breskur stærðfræðiprófessor í Oxford. Og svo einn sem heitir Ravi Zacharias, held ég. Hann nokkuð góður. Annar prófessor í Oxford, hvað heitir hann? Það kemur.
En það bara ágætt að byggja sér svona upp annað slagið í þessum fræðum, þó að það megi ekki vera aðalatriðið. Mér finnst leiðilegt þeir sem að tala bara trúmál út frá rökfræði. Mér finnst það ekki skemmtilegt, vegna þess að þetta snýst líka upplifanir og tilfinningar. Það gerir það. En þetta þessi stóra spurning. Hver tilgangur okkar með veru okkar í þessum heimi? Hann einhver? Hefur þú einhvern tilgang? Eða ertu bara tilviljun? Þeir sem trúa því að við séum ekki sköpun, heldur að við séum bara afleiðing af tilviljunum eftir mikla hvell, að þeir geta ekki annað en sagt að við séum jafn merkileg og skítafluga, skiljiði. Tilgangur okkar ekkert endilega meir en skítaflugunar. Við lifum ákveðin tíma og við reynum að bjarga okkur og allt það, fjölga okkur og svo það bara búið. Maðurinn í sjálfu sér ekkert æðri, þó hann geti kannski gert meira, en í sjálfu sér, í eðli sínu hann ekkert merkilegri eða æðri en lirfa eða hvað annað. Og það tilhugsun sem mér finnst mjög óþægileg. Mér finnst hún virkilega óþægileg. Ég hef bara trúað því og mér finnst það rökrétt að við séum manneskjan, eins hæfileikarík og við höfum einhver aðeins meiri tengingu þarna upp heldur en lirfa sem var til bara fyrir tilviljun eða ekki. Vísindin margir segja að þau hafi bara afskrifað Guð, en vitið það, því meira sem ég hlusta á vísindamenn, því oftar heyri ég að þetta sé rangt. Í nýlegri könnun var fólk beðið að velja á milli þess hvort að tryði því að Guð hafi skapað heiminn eða hann hefur orðið til í Miklahvelli. Þið sáu þessa könnun eða ekki? Og nú eru menn byrjaðir að skrifa í blöðin og segja að þetta hefur verið röng spurning vegna þess að þú getur bæði trúa því að Guð hafi skapað heiminn og hann hafi orðið til í Miklahvelli. Guð hefur getað komið Miklahvell af stað, skiljiði? Þetta er logic, þetta er rökrétt. Og með því að setja fram svona spurningu þá í rauninni verið að gefa sér það að þetta geti ekki farið saman. Þetta er vísindanlega léleg vinnubrögð, bara svo það sé á hreinu. Og það eru fjölmargir hámenntaðir vísindamenn sem eiga lifandi persónulegt samband við Guð. Fjölmargir. Og eins og ég sagði, eitt þeirra uppáhalds þessi John Lennox sem æðislegur. Hann er svona afaleg týpa, svona milli 60 og 70, eða kannski nálgast 70. Svona þéttur, írskur, æðislegur. Þannig að ef þið hafið áhuga á þessum málum, þá googliði hann, John Lennox, hann er með heimasíðu. Hann segir, John Lennox, að vísindin séu afleiðing forvitinna kristinna manna hér á árum áður. Það var ást mannanna á Guði sem ýtti þeim út í vísindin, því þeir vildu fá að vita meira Guð, eðli hans, sköpunina, lögmál lífsins, sem að þeir trúðu því að öllu hjarta kæmi frá Guði. Það ekki þar með sagt að trúin eitthvað að eigna sér vísindin, að sjálfsögðu ekki, en svona byrjaði þetta. Og við getum heldur ekki lokað augunum fyrir því. En svo eru hins vegar aðrir vísindamenn sem að keppast að því að troða á trúni og reyna að eyðileggja allt sem er trúalegt, og þeir gera jafnvel lítið úr þeim sem hafa vogað sér að stíga út á djúpið, þorað að trúa og séð Guð að verki í lífi sínu. Hafa þorað að stíga út á vatnið og fundið hvernig vökvinn undir fótunum á þeim sem á að víkja og gefa eftir og þú átt að sökkva í gegnum, hvernig þessi vökvi heldur þér uppi, hvernig lögmál náttúrunnar breytast eða bogna, ég veit ekki hvað ég að segja. Þannig eru kraftaverk, þannig það sem við köllum í dag bænasvar eða inngrip drottins í líf ykkar, saman hvort það líkamlegt eða með öðrum hætti, það verið að brjóta lögmál náttúrunnar í mörgum tilvikum. Guð sjálfur ræðið því hann bjóði til. Hann getur það. Hann getur umturnað lífi einstaklings
eða tveggja einstaklinga sem að deila og það er ekkert í þeirra stöðu sem bendir til þess að þeir geti sæst. Ekkert. En svo kemur Guð og málið leysist. Ég var daginn að koma upp vandamál, vinnutengt vandamál sem var mjög erfitt og ég þurfti í skyndi að fara á fund og afgreiða málið og svona mannlega séð bjóst ég við því að ég gæti ekki afgreitt þetta mál. Niðurstaðan yrði slæm fyrir mig og vinnustæðin minn. Og á leiðinni þá kasta ég upp til Guðs og segi við hann, Drottinn, ég ætla ekki einu svona að reyna að leysa þetta mál. Þetta er of stórt fyrir mig. Ég get það ekki. Þetta er ekki á mínu valdi. En þú getur leyst það. Og nú ætla ég bara að biðja þig um að gera það og bara núna á eftir á fundinum. Þetta var svona einfalt. Það var ekki flókið. Ég fastaði ekki út af þessu eða fekk bænahópinn með mér í þetta, eitthvað svoleiðis. Þetta var ein lítil bæn sem tók 10 sekúndur. Ég fór á fundinn og það var aldrei neitt vandamál á þessum fundi. Málið var leyst. Og ég get sagt ykkur það að ég átti enga þátt í því. Þannig var guðaverki. Og svona virkar trúin oft. Það er erfitt fyrir mig að ætla að sanna þetta fyrir ykkur. Það er erfitt fyrir mig að ætla að sýna þetta í tilraunastofu. Ég get það ekki. En þarna voru einhver lögmál sem var ýtt til hliðar af einhverjum sem bjó til þessi lögmál. Og tökum annað dæmi. Tökum dæmi ef að frúin myndi gefa mér spjaldtölvu í afmælisgjöf, eða jólagjöf eitthvað. Og ég tæki spjaldtölvuna og eins og gamall maður færi með hana beint inn í eldhús og notaði hana sem skurðarbretti. Segjum það. Bara flott, svona slétt yfirborð, handtækt, passar vel fyrir paprikuna. Og hún kemur og segir, hvað ert að gera? Ég keypti hérna handtaði spjaldtölu og þú ert bara að skera gremmit á henni. Og ég segi, já, þetta virkar fínt svona. Þetta er flott notagildi fyrir þetta. Og hún segir, það á ekki að nota þetta svona. Lestu bara handbókina. Svona notum við stundum í líf okkar. Rangt. Í röngum tilgangi. Ekki eins og ætlað var. Ekki eins og tilgangurinn er. Ekki eins og höfundurinn hugsaði sér það. Ekki eins og handbókin segir til Og við vitum það að notagildið verður ekki fullkomið eða nýtingin verður ekki fullkomin fyrir en við förum eftir því sem okkur var ætlað að gera. Og þá kemur þessi stóra spurning, hver er tilgangur þinn í lífinu? Með tilveru þinni. Lifir þú í samræmi við þann tilgang? Getur verið að þú fáir jafnvel ekki að njóta þín til fulls? Getur verið að það sé atriði í þínu lífi sem getur leyst ef þú myndir fara eftir handbókinni, eftir tilganginum. Af hverju líður mér allavega best þegar ég nærist orðið Guðs? Er það vegna þess að ég er svona vitlaus að ég læt bara blekkjast? Eða er það vegna þess að ég sé og hef reynt að þetta virkar? Ég held að við vitum bæði öll svöru við því. Hvort veitir spjaldtölva meiri ánægju sem skurðbretti eða sem netvafri? Hvort veitir vetrarúlpa meiri ánægju sem útidyramotta eða sem vetrarflík? Eða hvort verður manneskjan hamingjusamari án Guðs eða með honum? Þetta eru bara spurningar sem hollt að spyrja sig. Líka þetta með úlpuna. Þó okkur finnst það asnalegt. Mér finnst það asnalegt að geta ekki hugsað sér það að prófa Guð, að lífa lífinu með honum, eftir það sem ég hef reynt, eftir það sem ég hef séð, eftir það sem ég hef upplifað. Aðeins að stytta mál mitt hérna. Mér langar bara að segja það að þegar einhver reynir að fá þig til að velja á milli Guðs og skynseminnar, eða Guðs og vísindana, eða Guðs og rökhyggjunnar, þá er verið að plata þig.
vegna þess að þetta er ekki andstæður. Guð er ekki andstæða vísinda. Guð er ekki andstæða rökhyggjunnar. Hann er höfundur alls. Hann er sannleikurinn. Hann bjó þetta allt til. Náttúrulögmálin eru frá honum komin. Þau get ekki útilokað hann. Þannig að þegar ykkur biður þetta, segja honum, herru, þetta er ekki andstæður. Ég trúi því ekki að þetta séu andstæður. Og eitt í viðbót, svona varðandi þetta, fyrir varðandi þá sem að tilheyra flokki manna sem að hafna tilvist Guðs. Hafna því að það sé til Faðir á himnum. Þeir geta ráðist á þig, eða ráðist, þeir geta komið til þín og sagt að þú sért heimskingi af því að þú trúir á Guð. Þeir gera það. Þeir nota ljót orð, margir hverjir. En þessir sömu menn, þeir nota heilan í sér, skynsemina sína, rökin sín, til þess að ráðast á þig. En ef þú spyrð á, hvaðan kom heilin í þér? Þá segja þeir, hann er afleiðing, þeir orðið ekki nákvæmlega svona, en í inntakið er þetta, heilin á mér er afleiðing af tilviljunarkenndri atburðarás sem átti sér stað fyrir milljónum ára. Og þá spyr maður, ok, ef að heilin í þér er afleiðing af tilviljunarkenndri atburðarás, hvernig getur þú þá notað þennan heila og treyst útkomunni? Hvernig getur þú þá fært rök og fullyrt að þau rök standist, ef þetta er allt byggt á tilviljunum? Ok, þetta er kannski og mikil fræði eða rökfræði, en í rauninni er þetta ekki rosalega flókið. Að þeir eru ekki bara að skjóta sig í fótinn, heldur þeir eru að skjóta sig í heilan, myndi ég segja, með því að láta svona. En auðvitað mun margt af þess ekki komið í ljós fyrir en á efsta degi og við þurfum bara að bíða eftir því. Og mér langar að ljúka þessu spjalli mínu. Þetta er svolítið svona spjall, ég er svolítið persónulegur og ég er svolítið svona tala út frá mínu lífi og minni reynslu. Ég er ekki mikið kannski að predika fyrir ykkur í dag, ég biðst afsökunar á því. Ég vona samt að þetta varpi einhverju ljósi inn í einhverju aðstæður hjá ykkur líka. En kjarninn er þessi, að Guð, hann er ekki tilgáta eða kenning, hann er persóna. Og þessi persóna, hún vill eiga samfélag við þig, af því þú ert persóna sem hann bjó til. Og hann þráir ekkit meira og það er ekkit betra fyrir þig en að eiga í þessu sambandi. Þið eru ekki kenningar. Óli, þú ert ekki kenning. Þú ert persóna, þú ert manneskja með tilfinningar sem vill eiga samfélag við aðra manneskjur. Alveg eins með Guð. Hann er persóna og það eru bara sumir sem að geta ekki bara ímynda sér að það geti verið. Allt í lagi, gott og vel. Það er hægt að ræða þetta, það er ekki hægt að sanna eitt eða neitt, en það er hægt að beita skynsemin í þessu eins og öðru. Og þegar manneskjan vill ekki eiga samfélag við Guð sinn, hvað gerir Guð þá? Jú, hann beitti mesta snilldarbragði sem hægt var. Hann gerðist maður. Hann kom inn í þennan heim sem maður til þess að ná til okkar. Og Jesús, sonurinn, sem kom til okkar, hann var ekki bara eitthvað fyrirbæri sem varð til þá, heldur hafði hann verið frá upphafi, sannleikurinn. Hann var viðstaddur sköpunin, hann var með í að búa til lögmál lífsins. Þess vegna gat hann labbað á vatninu. Og upprisa Jesú er ekki sögusögn. Það hefði aldrei verið svona margir sem hefði sagt frá þessu með þessum hætti ef þetta hefði verið sögusögn. Nokkrir menn sem urðu vitni að þessu, urðu vitni að upprisunni, urðu vitni að því að sjá Jesú eftir upprisuna, þeir urðu svo upptendraðir að þeir fóru út allt og breyttu mannkyns sögunni, breyttu heiminum.
Þetta er atburður sem átti sér stað og þeim sem er illa við Guð og þeim sem er illa við fagnaðarerindið, þeir segja að þetta hafi verið bull og vitleysa. Leyfum þeim það, en við sem að viljum skoða málið út frá rökum, út frá reynslu, út frá okkar tilfinningum og það sem við höfum séð og það sem við höfum heyrt, við eigum að vita betur. Og þegar þú, ég segi ekki ef, heldur þegar þú lendir í mótlæti, í tengslum við þína trú, hafðu þá eitthvað á þessu í huga. Hugsaðu tilbaka, hvað hefur Guð gert fyrir mig? Er það virkilega allt tálsýn eða er það raun og veru satt? Og notaðu það allt saman til þess að taka ákvörðun framhaldið. Ætlar að bogna eða ætlar að standa sterkur og sterk? Því að ég held að þið viljið standa sterk. Ímyndu ykkur allt fólki sem er hér í dag, sem er búið að gangi í gegnum þetta sem ég er að tala og er hér enn. Það er ekki að því það er svo gott kaffi hérna, það er eitthvað annað. Þið vitið af hverju þið eru hérna og þið vitið hver Guð er. Ef ekki að ljúka þessu á stuttri bæn. Takk Drottinn minn fyrir það að við fáum að koma í þitt hús. Takk fyrir það að við fáum að þekkja þig. Takk fyrir það að við fáum að finna fyrir þér og finna það að þú elskar okkur og að þú svarar bænum okkar. Oft vildum við jafnvel Drottinn fá skýrari bænasvör og fleiri bænasvör. Viltu hjálpa okkur að nálgast það Drottinn þannig? Nálgast þig þannig að við fáum að sjá meira af þér og við fáum að finna meira fyrir þér og upplifa þig betur og meira. Því að þú, samkvæmt orðið þínu, þráir að blessa okkur. Þú vilt gera vel við okkur. Við leggjum bara þessa kirkju Drottinn minn og okkur öll í þínar hendur. Biðjum þig að styrkja trú okkar og efla hana enn frekar. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir. Óli, hjálpar mér aftur með borðið. Takk.